Jæja, þá erum við komin hérna til hennar Svövu. Við ætlum að ganga frá brúunum hennar. Þetta nú svona í síðasta lagi. Það að segja ganga frá þeim fyrir veturinn og sjá hvort það sé eitthvað hunang að taka. Og það 50. 5. september. Það hefur náttúrulega verið alveg skelfilega rigningar undanfarið. Og það sem ég sé strax hér að þetta nú ágætis dagur hérna. Að það mikið af drundum sem að fljúga. Og það svona, lástu betur inn í flugvélum. Það svona merki þess að þær hafa ekki byrjað drundasláturinn ennþá. En við skulum sjá hvernig það kemur og þegar að ósæri reykir svona vel þá leggum maður hann á hliðina þannig að hann reyki ekki alveg, klári sig ekki alveg eins fljótt. Það myndast svolítið raki undir plastplötunni og þær eru búin að standa sig eins og hetjur og kýtta í öll götin eða flest öll götin hérna. Það náttúrulega svo sem eðlilegt. Og þá að sjá hvort það sé einhverja hunang hægt að taka. Þessi eiginlega bara ekkert búið að byggja neitt á hann. Ég sé það vegna þess að það engar flugur hérna, þetta ekki byggt eftir þær. Þetta var sem sagt rammi sem áður var byrjað þess að byggja á. Þetta ekki til að taka. Hvernig hann þessi? Svo þungur hann. Nei, það þegar það búið að vera rigning svona lengi þá vitum við að hunangið þurrt. Af því að þær hafa haft tíma til að þurrka lemur aðeins að finna hann. Jú, við tökum þetta hérna. Þannig að þú skalt sópa af honum. Já, sópa af honum strax. Og setja hann í þar tilgerðan kassa. Það situr alveg fast. Það mikilvægt að passa það að flugurnar sem að fljúga upp komist ekki í kassan þar sem við setjum þennan ramma. Hafðu bustan í vasann. Já, það sama þarna. Tökum þennan. Sérðu þeim að hristir. Þá tökum við ramman svona hérna. Þetta þetta snögga viðbragð. Sérðu, þegar maður sópar, þá sópar maður flugunum, maður sópar henni svona snöggt. Stutt en snöggt. Annars ertu bara að klessa þér undir.
alveg tómt í neina milli. En þarna er ungviði sýnilega Já, sem er ennþá að klekjast. já, Skulum við sjá. það er stóð. Já. Og nokkrar þarna. Við skulum taka þennan rann bara. Og ég aðeins sjá hann líka til þess að sjá hvort það sé eitthvað opið ungviði. Þannig bara kíkja. Þessar eru að komast út. Hvað er bustið? Já, við tökum hann úr á eftir. Þá, ef maður ætlar að bjarga svona einni lítilli sem er að skríða út hérna, verður maður helst að vera með hérna lífsvartöng. Við tökum hana bara á eftir. Þarna er fullt af ungviði, þannig getum við náttúrulega ekki tekið. Er eitthvað í honum? Það er svona þetta betur hérna. Það hefur ekkert verið lagt. Svo snart er þetta hljóð og mitt. Nei, það er bara búið að skríða út. Hún er ekkert að verpa en það er alveg skelfileg tíð. Það sem við höfum tekið eftir hérna er það eru ekkert frjókorn í þessu. Það er hægt að verpa sko bara nokkrum dögum eftir að frjókorn klárast í búinu. Þá vantar þeim alveg prótein og fituforða fyrir ungviðið. En af hverju segirðu að prófessor sé ekki búin að loka þessi þá? Af því það er náttúrulega búið að vera sko blautt svo mikið, svo lengi, að það er að segja rigning, að hunangi sem hafa báru inn hérna fyrir nokkur dögum, að það er orðið nægilega þurrt til þess að taka það. Og svo sérðu það náttúrulega að þú hristir að maður hvort það slettist úr honum, snöggt og stutt. Það er ekki amalegt að vera með aðstofamann með sér. Fram á hana, það getur þú tekið. Eitt árið var ég búinn að hrista svo mikið svona römmum út Svíþjóð að ég tognaði í olnbogunum, var lengi að ná mér eftir það. Venjulega tekur maður náttúrulega þegar 2/3 af hólfunum eru lokaðir, minnst kosti. Þetta er bara svona hálftengt, þannig að það geta... Maður finna hann.
Það er Og ég setja allt strax hina í. og lítið í þessu. Settu hina bara strax í, já. Nei, þessa hérna, við höfum eftir að skoða náttúrulega. Og það sem ungviðið er, þá loka maður hérna sko til þess að hitinn haldist. Já, ég meina hina rammanum sem er komin. Nei, við setjum þá eftir. Setjum þá eftir. Setjum hérna upp á. Þannig að hefði náttúrulega verið gott að vera með lok. Annað með fóðutróið þarna, svo við getum bara lokað fyrir það hérna grein. Hvað sagði þið? Ef það er ekki nóg pollen þá... Þá hættir hún að verpa, lókningin. Hérna erum við komið niður meira það sem að ungviðaklasin er. Byrjaði að færa íta öllum rammanum fyrst með hnífnum yfir, áður en hún fer með töngina niður. Svona, já. En nú erum við komið hérna það sem meira ungviði er, og ef að einhver rammar eru fullir hérna í miðjunni, þessir út í kantana eru hugsanlega með einhverju vetrarfóðri ef þær hafa haft nóg, að þá getum við tekið þá ramma ef það er ekkert ungviði. Er það þungur þessi eða? Nei, hann er svona léttur eins og þessu fyrstu. Er eitthvað í þessu þarna? Helmingin, það er bara rétt hérna með, miðjunni. Og svo sjá mjög þetta lítið í hann. Þetta er allt nýtt hunna sko. En ef maður ætlar að nýta þetta allt saman, því maður ætlar að fá eins mikið hunang og hægt er, þá tekum við þennan ramma. Við ætlum náttúrulega að taka bara allt sem hægt er að taka frá þeim. Það er náttúrulega aðalatriðið í bíflugnarræktinni, að taka allt hunang. Ég er svolítið hrædd þetta sé... Þetta er líklega vetrarfóður. Síðan. Já, ef þú hallar svona móti myndavélinni, þá sér maður að það er svona öðruvísi lokun á þessu. Þetta er svona bara tilfinning, það er eiginlega ekkert að kenna þetta. Maður verður eiginlega bara að sjá þetta og læra þetta. Hérna er náttúrulega fullt af nýju fóðri, nýju hunangi. Það sem maður getur gert við þetta, maður skrælar ekki lokina, heldur slengi bara úr nýja hunanginu og setur þetta svo aftur til flugnanna bara í vor þess vegna. Þannig að þennan getur alveg tekið ef þú gerir á þennan hátt. En ég tek ekki af hann. Ef þú skrælar það ekki, það er náttúrulega erfitt að muna það hvað ramma maður á ekki að skræla nema maður sjáu það og skynji það. Ég held að þetta sé bara útleikinn á ramman. Það sé gamall ramman. Já, ég meina við vitum það að þetta sem er lokað skildi hann það bara eftir eða setja hann út fyrir og við tökum hann það. Hvað er hér? Hérna er stærðar snígill komin í heimsókn. Sæll, þetta hefur ég bara aldrei séð áður í... Hann hefur komið neðan frá. Það tekur hann 3 ár að skríða tilbaka, þannig að við kíkjum eftir 3 ár. Þetta er náttúrulega bara bölvaða dónaskapur. Þetta er svona sniglum þar að segja. Þetta er sama það. Já, þetta er vetrarfóður. Ég sé það kannski betur hérna með og veltir hann svo aðeins á móti fólkinu. Ja, það er líklegt. Já. En maður getur náttúrulega aldrei verið 100% öruggur á því. Þannig að við skiljum þennan eftir. Það sér að það er smá gamall pollen hérna inni. Nei, ætli það sé ekki bara nýtt. Það er náttúrulega að bera heim núna á fullu. Ég held að þetta sé bara alveg splunkunýtt. Það eru ekki búin að tróða því inn einu sinni. Það er ekkert ungviði hérna. Þannig. Við erum náttúrulega að leita að ungviði, opnu ungviði og náttúrulega viljum við sjá drottninguna helst líka. Þessi með drottning sem Hvar? Þessi með. Ja, þessi með sleikja rassinu. Hún sleikir rassinn á henni? Bölvaði dónan? Þessi. Æ, ég sé hann ekki. Ég veit ekki hvað þú ert að benda.
Ég var ef það er að vísa til. Þetta er nokkuð. Þessi hérna niður. Hérna? Þessa. Þessi, þú hefur klemt hana þegar þú hefur dregið upp rammann. Því þú dregur upp svolítið harkalega. Það er drottningi. Og þarna er drottningi, já. Og þú verður nefnilega að lyfta rammanum mjög hægt upp. Það er ekkert sko. Og setja hann hægt niður. Það er ekki hann hægt. Já, við höfum eftir að kíkja neðan náttúrulega. Þetta er halló, við höfum eftir alveg... Við höfum eftir 16 ramma í raun og veru. Sér hana? Nei, þú verður að passa hana. Ég setja hann í það. Ertu með rör með þér? Nei, þá er ekki hægt að setja hann í rör. Og það sem dettur hérna niður er frjókorn sem er að detta hérna niður á botninn. Þetta er bara smá þannig, svona kannast. Og hérna er ungviði. En akkur tökum við þá ekki ungviðarramma sem var hérna uppi? Við getum alveg gert það á eftir og sett hann hérna niður og sett svo nýja tómaramma efst. Þegar þú setur hann niður, strjúkt honum hérna niður með, svo lendir ekki þessu vesinn. Nú er allt orðið fullt af flugum og við sjáum það að kemur fullt af flugum hérna ofan á. Það er svona svolítið óróleika merki, en það er náttúrulega komið haust og þær vita það að það er ótrúlega mikilvægt til þeirra að eiga eins mikið hunang og hægt er fyrir veturinn. Þannig að þá reykjum við þetta bara meira. Og svo varlega upp, manstu. Að sjá hann. Aðeins að sjá hinum meginn. Það er ekkert mikið fóður þessu. Hér eru egg í. Hún byrja bara, sko, það er ekkert opið ungvið annað en eggin. Þannig að hún hefur bara verpt. Hún hefur byrjað á fullu í dag. Af því að frjókorni berst inn í búið. Og svo þegar það fá núna eftir frjókorn. Það er ekkert fóður. Ekki þessu Nei, ég meina hafði... fóður fyrir það. Jújú, það er nóg fóður. Þú sér það við erum búin að taka 6 ramma frá þeim. Þarna er aðeins ungviði líka. Já, en mér finnst að fóðri að vera alla leiðið niður. Já, skulum bara skoða þennan efsta kassa. Við þurfum ekkert að skoða niðri. Við vitum að ef það er eitthvað hunang þar þá er það fyrst og fremst vetrarfóður. Sem er sem fyrir það. Sem er frá því í vor, já. Og við erum búin að sjá drottninguna, við erum búin að sjá egg, flott bú. Við skulum setja það upp á 4 kassa. Einfallega vegna þess að það er betra fyrir búin að vera á fleiri kössum en færri. Það er mín reynsla, það er allt sem ég hef lesið bendir til þess. Hér er eitthvað svolítið hérna og það spilur hvernig gaman það. Má ég sjá? Það var hérna hólf sem þetta. Það er ekki með mér aðeins að sjá ramman. Sé ekki hvernig ég fá að halda. Þetta er sýnilega druntaramma hluta til. Og það er ekkert ungviði hérna. Það er aðeins með frjókorn í þessu. Þetta er ekki nefn. Látum við bara vera. Þetta er hálft kíló. Já, það með vera. Það mega, það segir hún. Þetta er alveg nýtt frjókorn, sko, svona því í dag bara. Það er náttúrulega alltaf best frjókorni, það er sem að kemur á náttúrunni. Hérna er frjókorna
En það er eitthvað, hvað er að gera það? Þeir eru að taka, það er datt úr ramman í hjá þeir, þannig að þeir eru náttúrulega að taka og setja það inn í hólfið. Það var snirtimenni alveg bara. En af hverju situr það ekki á lappirnum svo? Hún getur ekki sett það á lappirnar, hún getur bara gert það á einn hátt. Það er að segja þegar hún strýkur því af líkamanum á sér á flugi. Þannig að hún bítur bara í þetta og fer með það inn í, setur það inn í eitthvað hólfið. Og þess vegna er líka mikilvægt að halda alltaf römmunum beint yfir búinu þegar þetta frjókot sem við erum svo fátæk af að það detti þá ofan í búið en ekki einhvers staðar í grasi. Hvernig rammi sem get tekið? Ha? Get tekið þennan? Já, taktu þennan. Þó hann sé ólokaður og við sjáum það þegar við hristum að þá slettist ekkert úr honum. Það er líka eitt teikn. Ein undir, önnur undir, hérna á kantinu. Ég nenni ekki að fá neina flugum með. Hvað finnst þér að gera það? Hvað maður að finna hvað hann er þungur? Það er smá, það er svolítið mikið. Hvað svo? Hvað slepptu? Já, hellingur þessu. Viltu það koma með þessu sem var með, veitu hvað það er? Þetta er bara líklega vetrarhólf. Koma með Þannig sem var með, ramma sem var með ungviði í. Já, rétt hjá þér. Þá skulum við taka þennan hérna upp úr því að hann er illa útbyggður og það fer allt of mikil orka hjá þeim í það að fara að byggja út ramma núna. Heyrðu, þá skaltu ýta þeim henni sundur, þessum hérna tveimur, sirkabát, og setjum hann hérna niður þar á milli. Þennan. Það sem ungviðið er. Má þessi þá ekki fara alveg þetta og þannig að reykja það eitthvað í hérna. Já, við gerum það eftir. Svona. Svo skulum við bara setja þessa hérna niður. Hvað? Þessir eru ágætlega útbyggðir. Ætli það verið miðinu? Já. Svona. Hvað er það komin að? Það vantar okkur einn ramma í viðbót. Þá erum við að taka hann nýjan. Þetta er einn. Já, þarna var einn, já. Rétt hjá þér. Passaði það með. Þú reykja hann aðeins fyrir mig. Svona 3-4 millimetra hérna frá. Flott. Svo bara fer þetta niður. Þetta er bara flott bú, það eru komið á 2 kassa. Þetta er eiginlega Það væri... einn. Já, ég skal reykja þetta allt saman. Gegnur ekki... Nei, íttu þessu bara hægt og rólega niður. Taktu, þarftu eiginlega að taka sko þetta upp hérna í þetta. Tekur mikið pláss. Svo bara hægt og rólega niður. Þannig. Þá skulum við setja kassa með tómum römmum í. Já, við ætlum ekki að skoða meira. Nei, þú ert búinn að sjá drottninguna. Já. Þú ert búinn að sjá það sem þú þarft að sjá. Engin ástæða til þess að þú rauðbla það nokkuð meira. Þetta kemur, settu þennan á í vinkil. Kemur bara svona sko, það er ástelpur. Svona. Já. Hérna kemur einn. Þetta eru náttúrulega alveg, þetta finnst mér alveg frábær kassa þó að við viljum alltaf frekar halda
Svo kemur hérna einn í viðbót. Jú. Kemur það upp frá. Þá setjum við. Þá kemur við með frjódegið. Setja þetta aðeins yfir hérna fyrst. Frjódegið. Svo er þetta að fletja út. Byrjum að reykja þetta, þannig að það er tilbúið. Þetta er sem sagt smjörpappír og við losum búið alveg við hann. Þannig. Það gerir það bara. Það verður ekki allur útklístraður. Þannig. Lyftum plastinu af. Svo ætlum við að hafa opið alltaf af aftan. Opið? Fyrir fóðurtógið. Skulum við sjá hvort við náum þessu af. Já, viltu ekki hafa það? Nei, ekki svona þessum tíma. Ég vil helst ekki hafa það á ef það er hægt að ná þessu af. Ég er nú ekki viss um það. Jú, við gefumst ekki upp. Þá klessum við þetta bara hérna fastar ofan á rammana. Sjáum hvort það tóll ekki frekar á römmunum þá staðan fyrir pappírnum. Leðum mér að byrja hérna aftan frá. Það fyrir alltaf mikið á. Höfum þetta á. Það er gott að geta skipt skoðun. Setjum þetta hérna. Ég rífa þetta. Rífa það sem er óþarfi. Þannig. Þá komum við plastið á. Aftur. Og þá stendur það aðeins út af. Og hérna verður að vera opið. Færð þú heim til þín. Þannig. Og þá stendur það fram á? Það stendur fram á, já, það er allt í lagi. Svona, heyrðum. Þá er þessar ofþungu fötur hérna. Sjá. Þetta er svo seigfljótandi að ég læti að renna til í fötinu smá tíma, kannski í nokkra mínútur áður ég að reyna að tæma hana, stilla henni bara svona skál. Þetta sjá hvað við komum mörgum fötum í þetta. Þetta er bara tómur. Alveg tómur.
Við vitum það að þessi ramma voru alveg tómir þegar þeir fóru í. Þeir voru útbyggðir, var það ekki? Þetta er svona kláður. Það er alveg tómt. Að finna hvað hann er þungur. Það er nú svona kíló í. Þetta er gamall fóður. Setjum hann bara út fyrir. Svo sjáum við hérna fyrir neðan. Það eru rammar sem eru óútbyggðir, þannig að þær hafa ekkert náð að byggja þetta út. Á þessum vikum sem þær hafa haft til þess. Og það er bara einfallega út af því að það hefur borist á lítið í búið. Þetta er bara Þetta eru hunang. það er megin. Bara öðru megin. Er ekkert í þessu að viti. Það er svo lítið í þessu. Það er öðrum sem er Sleppum þessu. Þarna er náttúrulega á móti fullur rammi. Mesti. Þessi er alveg fullur. Lokaður og allt saman. Og þennan tekur við. Þú með hvaðar? Þess var sko með nokkur myndverðin í síðast. Þessi hérna. Já, það eru sýnilega skriðnar út. Þarna með Já. En við tökum frá þeim sko náttúrulega þessa ramma hérna fyrir neðan sem eru ekkert byrjað að byggja út. Tökum það frá þeim. Það er hérna undir. Sletta hunang í þessum líka? Já, það má taka þennan. Bustaði beint ofan í, þú ert að busta hérna svolítið út fyrir. En það er ungur, það er bara verða úti. Björgum hérna einnig í þeim mesta. Herri, ég ætla að fara upp yfir og ná í kassa þá. Þú getur tekið þennan líka.
Fullt af hunangi. Þessi kassi fyrir neðan er alveg tómur. Hann er ekkert, það er ekkert byggt hann út. Sett svo hann inn á milli. Já. Það er bara út af veðri. Að finna hvernig þungur. Nei, það er kíló af hunangi þessu. Herðu, þennan tekur bara sko, í raun og veru bara beint af. Hvenær settur þennan núna cirka? Þetta er stóri kassin. Já, þetta er stóri kassin sem hún þorði ekki yfir, en Já. svo þegar ég ætlaði að taka hann, þá var hún samt komin með, sérðu, ný egg. Í þennan? Já, sko hann var sem sagt hér. Já. Og hún þorði ekki yfir hann, en ég færði hann upp með mig. Já. Já, því það voru komin egg. Í neðsta kassan? Nei, hvort hún hafi verið búin að setja egg í eitt hólf í miðjunni. Já. Það hafa ekkert að gera við þennan kassa. Fyrst það er ekkert búin að byggja hann. Nefnum að sé ungviði. Við setjum að þá neðst í það minnsta. Ef það er eitthvað ungviði í honum. Þannig að það er aðeins búin að byggja út. Sko, það er líklega næstir á mig. Við höfum þennan bara neðstan. Og svo 3 kass ofan eða 2 kass ofan, sjáum til hvað okkur finnst. Ég ætla að taka alveg, sá ég greinilega sko, í hólfum sem voru ekki einu sinni full byggð. Það sást egg? Já, þess vegna léti það vera. Já. Hvað er búið? Það er ekki búið loka. Það er þá skriðið út. Það var rétt reynist. 18. Það eru 20, 18, 28, 29, 30, það eru 12, 25. Það eru 17 dagar. 17 dagar síðan. Já. Það var þetta. Það er eins og þessi sé tilbúin fyrir varp vegna þess að það er svona gul slíkja á þeim sem líklega er þráðkítti eða própólis. Það kannski verður ekki að þessi. Skulum sjá. Svo er svo astmalegt af því að þetta er svo misþykkt. Misþykkt. Hólfið. Misþykk. Misdjúp. Já. Það eru bara ekki búnir að byggja þetta út.
Þarftu ekki að kíkja á restina, það er ekkert. Ég hef notað sem ekki hérna. Það hafa þó ekki verið egg. Það er að segja Sástu þau samt að fyrir ekki? Það er ekkert á næsta, hann er ekkert byrjað að byggja hann út. Hvað? Þannig að ég myndi nú bara vilja setja já, þetta til bakgrunn. Ég myndi bara vilja nota hérna auka botninn sem við erum með. Bara setja hérna kassa hérna. Taktu rammahaldarana. Jæja. Já, það er rétt fyrir. Gápulegt. Svona er ekki hann. Svona í. Þetta er beinu. Algjör á þau. Sérðu? Þú voru að beina reiknum ofan á bíflugur. Mér finnst það svo vont fyrir að askan fyrir. Þú erum að bæta sínlega í henni nósara. Ég veit ekki hvað segir maður þetta. Þetta er eitthvað sér fóður. Þetta er ólíklegt. Ysti rammi, jú. Jú, þetta er fóður. Það þarf að hafa eitthvað sísta mál. Það var bara svo Já, já. vant að við vorum að ruggla fyrir milli hæða. Það finnst það mikið að drukka í það. Já. Þessum Já, ég sá það fyrir utan, sko. Það ætti að vera að byrja druntasláturinu. þessi svona frekar lítið en þetta takk. Þetta taka hann? Já. Þetta var Ó, já, takk fyrir ekki. það var alveg skil. Nei, takk hann. Það er nóg fóður. Sem er alveg tóm. Já, þá setjum við það niður. Það er náttúrulega búin að éta eiginlega stærsta hlutan af hunangsupskýruninni á þessum rigningatímum. Farðu varlega með þessa töng, hníf út að klessa svona 10 í hvert sinn. Björgun.
frjókorn. Það má alls ekki taka ramma með frjókorni. Það þurfa þeir. Nefnum þú getur sett það bara beint í búið aftur. Finnur þú á þyngd rammans hversu mikið hunangur í honum? Frjókorni vegur lítið. Bara kóluna aðeins. Þarna smá ungviði, er eitthvað eggjum hérna? Nei? Það er bara dautt ungviði? Já, það er aldeilis. Ekkert ungviði, ekkert opið. Svo skulum við muna það að loka aðeins flugabúinu hjá þeim til þess að minnka hættuna á ráni þó þetta sé bara 2 bú hérna á svæðinu. Og Mats er alltaf langt í burtu. Þarna er ungviði, sletta af því. Sérðu egg opið ungviði? Það er eins og mér finnst sko þegar það er okkur kláður að vera gegn að reyna. Af því hérna eru þær að skríða út. Nei, ég meina áður. Jú, þær hafa gert það. Hún hefur byrjað hérna inn í miðjunni og svo skríða þær út. Þannig að þessar eru, hérna sérðu eina ég þessu út, að þessar eru að skríða út og svo eru einstaka hérna inn á milli sem hún hefur verpt seinna. Þetta er allt eðlilegt sko. Ég sé egg þarna með þess að. Það er eggarstað hérna inn á milli. Það er svona lögð aðeins og, nei, þetta er allt í lagi. Þetta er fínt. Já, ég meina hún er náttúrulega búin að draga mikið úr. Það er kannski á svona degi þegar það fer að berast frjókorn inn í búið. Þú sér það er einstaklega að þá hérna byrja þær að verpa aftur leið og veðrið skánar. Þá byrja þær aftur. Já, það er frjókornin sem ræður í algjörlega hversu mikið að verpa. Aðdrættir frjókorn, hvort það kemur ofan á römmunum sem sagt ef við gefum þeim eða þá að býflugurnar bera í bú. Það ræður algjörlega varpi drottningar. En það er það minnst að frjó drottning hérna. Við vitum það, hvort svo við finnum hana svo ekki. En við skulum fara alveg niður á neðsta kassi í þessu búi. Því við ætlum að setja þennan þarna undir. Og svo 3 kassa ofan á það. Það var 3 kassa. Það er svo gott að draga niður með. Ég reyna það, en það rennur svo... Farðu bara úr hönskunum. Nei, ég bætti úr hönskunum. Nú. Það er slæðina. Nú. Það er með glerhjóðum og netur, það rennur svo... Saman. Saman. Jóhó. Nýtt frjókorn alveg. Þá sér það þær eru búin að sópa því á löppunum á sér og svona þannig. Það sér það þannig. Nú er þetta alveg stappað í hólan. Já. Þetta er bara lítill drottningabolli.
strókar. Þessar flugur sem fljúga upp svona miklum hávaða, þetta eru druntar. Þetta er ekki, þetta er leggur við þetta. Þetta er svona saman. Svo má maður ekki missa svona. Það er alveg annað. Þarna er mér að segja þessu unguði, þarna venst. Og hvað var eitt rami þá með eggjum í þarna? Sem þú þurfti að sjá. Ha? Já. Sá það. Þetta fóður. Það er með 2 svona þunga í kanti. Já. Það er þessi þarna. Það er eitthvað svona gammal. Já. Sérst það með miklu betri vasa hérna fyrir svona græjur. Það vantar 1 ramma þarna. Er það ekki? Það er rétt hjá mér. Það er einn að hrista ramman. Nei, ég vil að hrista þetta. Já, ég veit það. Það er að hrista þannig að fara í burtu. Hörru, taktu rammahaldarinn. Taktu rammahaldarinn. Þetta var hlunast. Þannig. Þetta er nefnilega kennst ekki þegar þetta er rétt. Og ég veit það er vandamáli við þessa botna. Þannig að setja hann þá bara út fyrir ysta ramman. En það er hægt að nota þetta svo sem. Þetta búi mun pirraðara heldur en hitt. Stærra. Þetta eftir þá, ef það er eitthvað hununga þessum, þá er þetta fóðurramið, ekki? Sko, nei, það er búið ruglast upp á búið. Jó, þetta er fóður. Ég myndi ekki taka þetta sem hunung. Láta hann standa upp á endan fyrir framan búið. Og leiða hann varlega niður þannig að það sem að lenda hérna á milli klemmist ekki. Það er fullt á dauðum flugum hérna. Já. Er þetta undir það? Getur verið, ég er ekki búinn að sjá líkin. Það er varlega upp með rammamannstat þegar við erum að taka, við erum að leita að drottningum núna.
verið svona húkandi saman sem ég búið. Nú fast við botnin. Það er nú síður einhvern veginn þessi rammi. Nei, við erum ekki með bara allar þessar flögur í næstu hæðinni. Já. Þetta er mjög stórt og flott bú. Já, en það er samt líka, þetta er að vera 6 hæðir og krillaði þeim mat. Já, það er ósku bæðilegt. Það er alltaf búið að draga svo rosalega á verfi. Nei, ég meina, það var... Myndið þú ert að leita að drottningunni? Það er vel. Þetta er allt samt, þetta er ekkert stóð í þessu. Nei. En alltaf að setja fóðrið alltaf upp. Já, það. Já. Þarna er næsti rammi við hliðina, þetta er druntarammi. Og leyfa honum að vera í búinu. Nema að sé orðinn svartur og ljótur. Svartur og ljótur? Já, svartur og ljótur. Við taka þennan í burt. Það var skipt vaxinu. Var þetta fyrst þeim? Já, kíktu bara vel eftir drottningunum fyrst. Passa að drepa ekki flugu með hnífnum þegar þú veltir honum svona. Það verður náttúrulega hættar að verpa grundækju með hún. Má sjá þetta aðeins? Bara til þess að sjá þetta. Það er nefnilega hætta með svona drundaramma. Það séu hérna á milli flötunar og vaxins. Nei, hérna vaxins og rammans. Ramma... Já, takk hann upp bara hérna. Sérðu? Já, þetta er allt. Þannig er það bara að halda hita. Það safnast þarna þar sem að rakin eða þar sem að kuldin leitar upp. Má ég aðeins sjá? Þetta aðeins er frá.